Hey folks, velkomin í Flæðiskeiðið með Rökkva og Jóa og í dag erum við með einu atvinnu bardagakonu Íslands, Sunnu Rannveigu Davíðsdóttir, og ætlum að spjalla svolítið við hana bardaga og svoleiðis. Og svolítið svona skemmtilegt að við erum örugglega með fyrstu konuna hérna í viðtali sem að geti bara lamið okkur ef hún vildi. Svolítið skemmtileg svona. Það getur nú sennilega flesta samt. Tilhugsun. Ég held það. Ég er mikla trú á konum sko. Já, það er kannski satt. Ég held kannski líka að ég sé svo óþolandi að það geti mjög margar konur lamið mig þó að þær myndu Alltaf að hugsa sér það. Já, ég held að mjög margar konur hafi fantasíur að lemja mig. Já, það er líklegt. Já. Ég var aðeins að lesa mig til. Þú varst Evrópumeistari áhugamanna fyrst. Já. Hvernig kom þetta til? Hvernig byrjaði þetta ferli hjá þér? Þetta byrjaði allt á því að mér langaði til að læra að kunna verja mig. Ég var að vinna mikið á næturnar, skemmtistöðunir í bæ, barnum og dyrunum, keyra leigubíl og ég lenti oft í svona aðstæðum þar sem að ég fann að ég var bara óörugg og mér langaði bara til þess að læra að verja mig. Og það var eitt sem var að vinna með mér og hann var að kenna og byrjaði ég eitthvað aðeins að prófa, en ég fattaði það bara strax að þetta var eitthvað sem að ég elska að gera. Og bara frá því ég kýldi fyrst í búið að sparkaði eitthvað, ég vissi ekkert hvað ég var að koma mér út í, en það hefur ekkert verið aftur snúið síðan þá. Já, losnaði með einhverjar hömlur þegar þú kýldir fyrst í púðun og bara en hérna byrjaður fyrst í glímu eða fyrst í kickboxi eða hvað var það? Byrjaði fyrst í Muay hjá honum. Það voru ég var örugglega fyrstu mánuðin örugglega alveg ár sem ég var bara í því. Svo tók ég mig hlé og byrjaði að æfa í Mjölni, skráði mig á Mjölnir 101 grunnnámskeið. Og ég vissi ekkert heldur hvað ég var að koma út í þá. Það var alveg nýtt fyrir mér. Ég var 25 ára. Ég var búin að sjá bara Gunni var að æfa í Mjölni á þessum tíma. Hann var búin að vera mikið í fjölmiðlum og byrjaði að keppa í MMA og það var svona að fara að vekja athygli. Og ég var voðalega forvitin, ég vissi ekki alveg hvert ég átti að fara þarna á þessum tíma og Mjölnir heillaði mig mikið og ég fór þangað og þekkti engan og það var bara úslega vel tekið á móti mér og ég byrjaði að glíma, hann tók grunnnámskeið í glímunu og svo bara byrjaði að keppa bara strax í kjölfarið og það var bara eiginlega búið að vinda svolítið upp á sig. Hvað er langt síðan fórst í atvinnumennsku? Það er núna fyrsti bardagi minn var í september. Ég skrifaði í september núna fyrir jól. Ég skrifaði undir samningin í apríl. Þannig að það í rauninni formulega þá kannski hef ég ekki orðið atvinnumæður fyrir en ég náttúrulega tók fyrsta bardagan. Já, eins og fólk segir að sé rithöfundar þegar það er byrjað að skrifa fyrstu bókinu þína, en þú þarft nú eiginlega að gefa út 1-2 til þess að verða rithöfundur. Ég held þú þurfir eiginlega að berja mann og annan til þess að geta verið atvinnumæður. Já, ég ætla að berja aðra núna, bara sem fyrst. Með að vara sig. En grunaði eitthvað þegar þú byrjaðir í þessu að þú myndir fara út í atvinnumennsku í bardaga íþróttum? Sko, auðvitað mig grunaði það náttúrulega ekki, en ég strax var ég alveg ákveðin því að mér langaði til þess að keppa í þessu. Mér langaði til þess að gera eitthvað með þetta. Ég var þar hrifin af þessu og það bara fannst það gaman á æfingum og æfiði bara svo keppna og það var strax ótaði að mér hvort ég vildi keppa og þá fór maður náttúrulega að hugsa um það og undirbúa sig fyrir, bara fyrsta bardaga í Muay sem varð aldrei af en á þeim tíma og bara ég horfa það þannig, þú setur markmið, þú nærð markmiðinu, þá þarfst að setja annað markmið og stærra markmið, þú nærð því markmið og þú þarfst alltaf að setja nýtt markmið. Og það verður alltaf einhvern veginn kannski stærra markmið stundum og inn á milli koma náttúrulega litlu markmið og svo ertu með eitthvað stór markmið og þetta er einhvern veginn bara búið að draga mig áfram bara. Alltaf búin að ná nælum árangri til þess að finna næsta markmið. Það er einhvern veginn. Hvað er þetta langur tími frá því þú kýlir fyrst í boxbúða þangað til þú komin þann stað sem þú ert núna? Hvað er þetta mörg ár? Það
komin 6 ár. Já. 6 ár, núna, já. Þetta geysilega árangur á þessum tíma. Gamla kempan. Já, gamla kempan. Ég hugsa sko þannig líka að ef að þú ert í þessu sporti, þetta er hart sport og ef þú ert að keppa í þessu sporti, ég hugsaði oft fyrst alveg, ég vildi óska þess að ég hefði byrjað fyrir, ég vildi óska þess að ég kynst þessu þegar ég var á aldrinum sem að dóttir mín er á í dag eða en ef ég hefði gert það og byrjaði að keppa þá veit ég ekki hvort ég var að keppa en þá í dag. Nei. Hversu stóran ramma maður hefur. Þá verður kannski líka búin að ná þeim markmið sem þú hefur settir. Já. Hvert er markmiðið núna? Markmiðið mitt núna er að sko náttúrulega bara næsta markmið er bara næsti bardagi en síðan er stóra markmið að sækja belti hjá Invicta. Já. En síðan er ég með annað markmið þar fyrir utan og þar langar mér að komast inn í UFC. Já. Þegar ég kemst þangað þá sækja ég belti þar. Náttúrulega miklu peningar þar og náttúrulega líka í rauninni það er staðurinn þar sem að þú virkilega sannar þig. Já, mikið fólk veit af og fylgist með UFC og það er mjög svona ef maður vill bara láta vita af sér þá er það mjög góð vettvangur sko, það er allir að fylgjast með þar sem fylgjast með MMA. Já. En svo er Invicta, það er rosalega stórt líka og mikið fylgst með þar en það er náttúrulega bara bundið við konur þannig að það er kannski ekki eins mikið áhrif en ég er rosalega ánægð með þann stað sem ég er á í dag og þakklátt fyrir það hvar ég er. Já, það er náttúrulega fólk gerir sér kannski greint fyrir því hvað það er mikið af minni félögum sem eru halda blandaða bardaga annað heldur en Ultimate Fighting Championship UFC. Já, það er bara stærsta. Allt, sko. Það er bara langt stærsta en þetta er út allan heim og þetta er náttúrulega mjög vaxandi íþrótt. Já. Og mér skilst að blandar bardalisti séu núna búin að slá út boxi í vinsældum fyrir löngu. En hvað heldur að einmitt, þú nefndir sko að því að þetta væri nú bara konur þar þá væri minna áhorf hvað heldur að skýri það að svona það er, ef við horfum bara á þetta þess í kvenna íþróttum yfirleitt það virðist alltaf vera einhvern veginn eins og þær fái bara alltaf að vera á kantinum. Já, minna áhorf minna áhorf einhvern veginn og eins og við sjáum bara boltaíþróttir það minna sýnt frá kvennabolta heldur en kallabolta. Hvað veldur þessu? Það er góð spurning. Þessi er kannski bara eitthvað svona gamaldags hugsun það þarf að breyta viðhorfum. Það er að breytast rosalega hratt og eins og með konur í MMA þar sjáum við alveg greinilega bara hvað þær eru ört og vaxandi þær eru hvergi næri hættar þær eru rétt byrjaðar rétt nýkomnar eða bara inn í mengið og það er ekkert að Já, og mér finnst þetta almennt svolítið vera að breytast að hóp íþróttir hvenna fá kannski ekki mikla athygli en konur í einstaklingsíþróttum eru ofta að verða stjörnur eins og Venus og Serena Williams og svo núna náttúrulega með UFC að þeir voru ekki með kvennadeild hún bara poppaði upp úr engurinni með Ronda Rousey og Ronda Rousey er eitt stærsta nafnið í blönduðum bardalistum reyndar er hún núna búin að vera raskjelt þannig að hún er líklega að fara út en þá geta konuna sem að raskjelt hann að nota það sem satt stökkpall yfir í fræðu og vonandi að þetta fái meiri athygli í rauninni en mér finnst það eins og segir vera að breytast fyrir utan hópíþróttir að það eru margar konur sem hafa verið mikla stjörnur í íþróttum og við sjáum bara hérna á Íslandi Anita Hinriksdóttir til dæmis hún er stórstjarna í íþróttum var að flosa á sínum tíma og svo framvegis en svona hópíþróttar kannski ekki eins mikið nei, það verðist ekki vera sko við erum að breyta því það þarf að taka breytingarskeið í þessu en þetta er sko er einhver annar í kringu þig sem er að æfa þessa íþrótt þá har ég tala sko einhver í fjölskyldunni eða vinir eða slíkt sem hefur kannski haft áhrif á mig minnar eða æfa einhverja íþrótt þessari lík sko. Nei þú ert svona eini í fjölskyldunni bara en mér finnst það svolítið kannski óvinnileg saga því mér finnst svo oft að þegar einhver byrjar einhverju svona þá verður alltaf að fá vininn með þér það eru margir sem vil ekki byrja einir í einhverju og mér finnst það kannski meira með stelpur stelpur eru svona meira oft þannig að þú veist að gera með vinkonum sínum og eitthvað leiðis og finnst kannski ekkit gaman að fara einar að hugsanlega glíma við eindum að sveita gaura eða eitthvað þannig að þú veist þær fá vinkonuna sína til að byrja með þannig að
þín saga svolítið sérstök, það enginn í kringum þig svona sem ítir það mikið út í þetta og þú fer bara einn, þú veist, ferð og glímir öll að sveittu guðruna og verður randinu bardagamaður. Þetta svolítið lýsandi samt fyrir mig, ég kannski svona, mætti segja hálfgerðar einfari og ég minn eins og þegar ég fer til Tælands að þá var það allan tíman planað þannig hjá mér að ég ætlaði mér að fara inn og vera einn bara. Og þú varst að læra Muay Thai út í Tælandi í marga mánuðir, það ekki? Ég ætlaði að vera í 3 mánuði, ég endaði með að vera í 4 mánuði, ég misti mánuð úr þjálfun þannig að mér langaði til þess að vinna þann tíma upp. En þú ert líka móðir, þú átt að minnst kosti eina stelpu, er það ekki? Jú. Sem að æfir í Mjölni, er það ekki? Jú, ég er búin að smita hana. Hvað er hún gömul? Hún er 12 ára, verður 13 ára í ár. Þannig að hún er komin batteríuna? Hún er alveg rosalega dugleg og það er eiginlega ekki hægt að stoppa hana. Hún er mjög ákveðin ungdama og alveg verður dugleg og hefur mikið áhuga á öllu. Ég hvet hana bara til þess að vera, þú veist, halda áfram að vera svona duglegur eins og hún er og gera það sem henni finnst gaman og hún er núna sko byrjaði í hip-hop dansi og svo er hún að stelast á handboltaæfingar og líka á fótboltaæfingar og hún í Mjölni og það er svona svolítið ávirk. Ég er svona stundum aðeins að reyna að hægja á henni sko. en hún er voðalega duglega að prófa annað líka þannig að hún er ekkit, það er engin pressa frá mér en það mér finnst rosalega gaman að sjá hvað hún hefur gaman að því sama og ég og við getum deilt því áhugamáli saman. Já, þannig að þið farið saman æfingar. Já. En getur náttúrulega ekki keppt við hvora aðra. Við erum ofta að glíma sko, en keppa við hvora aðra. Ég er eiginlega bara farin að vera svolítið landurtök með henni. Hún er náttúrulega grjótað. Já. En getur þið séð hana fyrir þér í jafnvel atvinnumörsku framtíðinni? Já, jafnvel og ég geti bara séð hana fyrir mér gera hvað sem er. Ég hef svo miklu að trúa á henni. Já. Ef hann langar að gera það, fara í atvinnumennsku, þá styðja hana 100%. En myndir aldrei vera neitt svona hrætt hana í, þú veist, sparkbox-bardaga og þetta er náttúrulega... Auðvitað, jú, alltaf. Maður, þú veist, móðurhjartað er alltaf... Já. En hvernig hugsar hún þig? Verður hún hrætt svolítið þegar þú varst að fara að keppa í... Já, eðlilega, sko. Hún hefur horft á mig og hún er rosalega... Hún hvetur mig og hún hefur ekki komið mér út til að keppa hún hefur horft á mig að keppa í boxi. Hún er á hliðalíninu og það heyrist hæðist í henni sko af öllum sem er inn í salnum og en hún er líka rosalega sko, hún veit alveg hvað, þú veist, við höfum hort á þetta saman, hún er alveg uppið rosalega mikið, hún veit alveg hvað getur, þú veist, að ég gæti alveg, þú veist, hún hefur hort á bardaga til dæmis þar sem að, þú veist, ég fengi alveg þungt á mig og en hún, þú veist, veit alveg, ég er svona búin að undirbúa hana fyrir það allt og hún en þetta vill maður náttúrulega ekki, þú veist, ég vill ekki að hún horfa mig þegar ég á erfiðan bardag og ég ætti rosalega, ég get ekki, ég held að ég get ekki hort á hana, ég er ekki hlaupinn bara með handklæði og bara, bjarginni. Já, hendin hvíta handklæðin, hún myndi vera brjálið út í þig. Já. Nei, ég segir svona, en það getur náttúrulega alltaf allt gerst, en það sem maður er náttúrulega að gera líka á æfingum og maður er að undirbúa sér rosalega vel fyrir svona bardag og passar að vörnin sér þétt og góð og í lagi og maður er að nota fæt til þess að vera svolítið hreyfanlegur þannig að maður sé ekki bara standandi skotmark og ef maður er vel undirbúin og agaður í undirbúningnum að þá ef maður minni líkur á að koma eitthvað fyrir sem að maður vill síður að gerast. Já, náttúrulega fólk sem að horfir á þetta gerir sér kannski ekki grein fyrir hverju mununin á að fá höfuðhögg þar sem þú stendur alveg kyrr og býst ekki við því eða vera að fá þau þegar þú ert að verja þegar þú ert að hreyfa þig. Frá högginu að þú veist, boxari þegar þú sér hann boxa hann fær mjög mörg höfuðhögg og þú sér hann fá mjög mörg höfuðhögg en þau eru engan veginn eins og ef að einhver myndi labba upp á hann manna boxari og kýlan bara alveg gessamlega ómeðvitan að í rauninni þegar að oft þegar menn eru rotaðir líka þá er það af því að þeir verða þreyttir og þeir missa niður hendurnar og þeir verða ringlaðar af því þeir eru búin að fá högg og þá næri einhver svona almennilegu höggja á það sem ná ekki að verja sig, ná ekki að færa sig undan að ef að svona venjulegur boxari myndi bara labba upp að öðrum boxar og kýlan bara eitt gott högg það sem hinn er ekki að horfa þá eiginlega rotar hver sem er hvað sem er nefnilega alveg bara sem ef hann stígur skref frá höggjuna þá náttúrulega og svo aftur ef hann stígur skref inn í höggja þá er höggja alveg miklu þyngra það er svo margt sem að kannski fólk er ekki alveg
hugsa út í þegar það sé svona bardaga, það rosalega mikill undirbúningur og langur undirbúningur og fólk búið að vera jafnvel í mörg ár að bara fínpúsa einhverja tækni og laga einhverja litla dítela og svona í sinni tækni. Þannig það rosalega mikill undirbúningur sem býr að baki og þú ert ekki bara lappin í bardaga til þess að láta eitthvað berja þig. Nei. Og þú ert heldur ekki að sækjast eftir því að slasa andstæðingin þó þú viljið ná yfirhöndinu og ná að yfirbuga hann með einhverjum hætti, þá viltu auðvitað gera það með þessum minnstum skaða. Þú vilt ekki valda skaða þó þú sért að keppa og þó ég sé að keppa móti ykkur stelpu, það ekki hann ekki neitt, þetta ekkert persónlegt, ég ekki að komin í búri til þess að meiða hana. Því en ég búin að æfa mig þannig að ég ætla að finna leið til þess að yfirbúa hana. Ef þau eru valið með að enda bardaðan satt og getur frekar en að lemja hann og lemja hana, þá náttúrulega endur bara bardaðan satt og getur. Og það náttúrulega dómarans að stoppa bardaðum leið og annar einstaklingurinn varnarlaus. Leið hann getur ekki varið sig meðvitað, þá náttúrulega stoppar dómarinn bardaðan. Og þetta kannski, auðvitað þetta alveg hættuleg íþrótt, en þetta kannski samt vanmetið að eins og í fótbolta ef þú stekkur upp og skallar boltan viljandi, þá ertu náttúrulega ekki að hreyfa undan högginu, þú ert að skalla bolta og þetta getur verið alveg jafn slæmt eins og fóða höfuhögg. Og ég man að ég hef örugglega sagt þetta áður inn í þetta, menn þegar ég æfði taekwondo, þá alltaf þegar ég kom heim meiddur og mamma var eitthvað að segja þetta af því að þú ert að bardaga einhverju, þá var það alltaf af því að þau hefum farið að hita upp í fótbolta eða körfubolta og einhver hljóp á mig þegar ég var ekki að horfa, því ég var ekki að verja mig. Þannig að, þú veist, eins og þú segir, þetta bardagamenn eru náttúrulega að verja sig allan tíman. Það getur verið miklu hættulegur einhver hlaup á þig í fótbolta því þú ert að elta bolt og ekki að horfa á hann, heldur en ef einhver að kýla þig og þú ert að verja þig fyrir því. Ég einmitt svipað með mig, sko, ég verðist alltaf einhvern veginn slasa mig og lítur út fyrir að vera alveg eitthvað grjótart eftir æfingu, fyrsta glóðuröða mitt, sko. Það var ekki eftir æfingu, ég var í gufunni inn í mjölni og við stundum tekið stráka mig frá svona vasslanga sem notið til að bleita veggina, þá voru meiri hiti inn í gufunni. Ég stendur og er með hangklæði, ég gleymdi sundfötum, hann ég með hangklæði mitt utan mig og ég voru að halda í þurru þegar einn að sprauta smúla veggina og þetta svona brunarslanga, þannig að kemur úrlega þungur kraftur úr henni og hann byrjar að úða yfir mig og ég segi bara stopp þegar ég var að halda hangklæðinu þurru og ég stekk niður á pallinu, menn einhvern veginn þannig að akkurat þegar ég stekk niður þá kemur slangan upp og beint inn í auga á mig. Og þetta var fyrsta glóðröða mitt. Voru ekki margir sem að sögðu eitthvað svona sjáðu bara hvað hvað fyrir að vera bardaga Held allavega að ég hefði fengið þetta á æfingu, sko. En getur það ekki verið kannski svolítið pínlegt fyrir eins og hjón þegar þau æfa og svo annað eða bæði með glóður og allir að draga álíktanir? Það getur aldrei miskilningi. Já, ég heyrði frá einni sem var stundum að glíma svona aðeins við mannin sinni inn í eldhúsi og svo horfði nágranninn gluggann og hringdi lögguna og eitthvað. Og svo líka, sko, fyrst þegar maður að byrja svona í þegar maður byrja að gera eitthvað nýtt, þá líka maður ekki vanur þessu álagi. En svo þú ert að byrja að glíma, það verður að grípa alls staðar í þig kannski eða þú ert og færði svona mar hér og þar. Hendurnar og jafnvel fæturnar og ekkert sem maður finnur fyrir og meðan maður að gera það, en sem lítur maður á og maður kannski með eitthvað marbleitt á hendinni eða fótunum og maður kannski. Ég kannast við þetta, sko, koma heim allur svona rauður og eitthvað rispaður og eitthvað og það halda allir þetta sé eitthvað rosalegt að þú hafi slasað þig, en þetta bara svona rispa á húðinni. Já, ég finn ekki eins og fyrir þessu. Nei, nákvæmlega ekki. En þegar þú byrjar í þessar íþrótt voru vinkonuna kannski bara þetta ekki alveg kannski málið, sko, fyrir þig eða voru allir bara að styðja þig? Já, ég fann aldrei fyrir neinu þannig að það var frekar, sko, að þegar ég var kannski búin að vera í þessu smá tíma þær fóru að fara að vera svolítið forvitnar. Já, kannski plataði einu og eina í flugu. Við vildum mitt fara að koma bara að prófa og voru svona spáði hvað ég var að gera og þetta var alveg jafn nýtt fyrir þeim og fyrir mér. Já. Og svo þegar ég var farin að vera svolítið húgt á þessu, sko, þá var ég líka kannski farin að missa úr bara samverustundum með þeim og þá kannski mitt einvinkona mín, sko, þá bara til þess að ná að hitta á mér svona allavega ná að til þegar ég var ekki alltaf á æfingu og fórum bara að koma til mín og æfingar og... Þetta náttúrulega svolítið þannig í eðli sínu að
ég held að maður verða að vera eins og þú ert í byrjun að þú kýlir í boxbúð og hugsa bara þetta langum að gera endalust mikið og endalust ofta því að þú ferð ekkert að berjast við aðra bara eitthvað svona í hálfkáki. Nei. Þú náttúrulega, þú leggur því ákveðna hættu og þú reynir á ákveðna svona frumkvatir í þér, svona bæðir hæðslu og svona ársakirnu og svoleiðis, þannig að þú ferð ekkert í þetta af hálfkáki. Þú verður eiginlega að, þetta eins og þú veist, liftingallarnir sem þurfa að lifta einhverju brjálasta þungu, þú getur ekkert verið svona, kannski ekki í liftist, þú verður að trúa því og þó það sé hættulegt eitthvað svona, þú verður að blokka út í rauninni, væntanlega hræðsluna, kannski mismunandi með bardagamenn. Ég sko, varandi mig sjálfa, ég hef alltaf verið bardagakona, ég hef alltaf verið fætir og ég veit að það hafði rosalega mikil áhrif á mig þegar ég prófaði þetta að ég tengdi bara rosalega mikið við þetta og þetta var bara eitthvað sem ég bara hreinlega elskaði bara frá fyrsta skipti en það var þjálfara minn sem var farin svona að spyrja mig fljótlega sko hvort að ég vildi keppa kannski því ég fó bara að æfa af krafti og þú veist og ofta þú sérð þegar kemur fólk og er að æfa hjá þér og þú sérð það ofta á fólki það hefur brennandi áhuga getur bara leitt rosalega margt af sér en þó að hann hefði ekki kannski farið að tala um það við mig ef ég hefði alltaf bara að æfa þetta það er rosalega líka bara þú þarft ekki að fara að keppa í þessu eða eitthvað þannig til þess að bara gera þetta hluta af lífinuðinu og rútínuðinu en ég hugsa það að við spila svolítið stóran þátt inn í þetta varandi það að ég vildi fara að keppa var bara, þú veist, ég langar bara svolítið að skora á sjálfa mig og En finnur þú fyrir þar, ég veit að það er mjög mismunandi með bardagamenn að hvernig þeir verða fyrir bardaga að sumir verða hrættir og grenja og æla og eitthvað og ég vil Mike Tyson þar vídeo á hann grenjandi fyrir bardaga og svo sem hann vann örgulega á undir mínútu og ég veit að sumir, þú veist, æla og grenja og bara og svo kannski þeir bara eins og sko tígristýr þeir komið í búrið. Hvað upplifir þú meira, svona einbeitingu eða hræðslu eða sitt á hvað eða? Ég upplifi mikla spennu fyrir bardagan og ég vil ekki lýsa spennunni sem eða þú veist að ég sé stressuð, ég vil ekki nota orðið stressuð. Nei, ég veit. Spenna finnst mér að vera mjög nauðsynleg þegar þú ert að fara í keppni, alveg saman hverju þú ert að keppa, en það er bara spurning hvernig þú stillir spennustig. Já. Þú veist, og þú getur eftir svolítið mikið í því sjálfur að stilla spennustigið. Já, þess að þú brennir ekki út eitthvað neginn bara já, verður ofur spenntur fyrir og byrjar að æla og grænja eða eitthvað eða verður eða þú veist ekki nægilega spenntur þannig að þú ert bara svona hálf slakur eitthvað neginn þannig að maður þarf að finna hvernig maður getur stjórnað spennustiginu og reyna að vera svolítið meðvitaður um það að hafa það vel stilt en ég er ekki Þú verður ekki kvíðin eða hrædd. En ekkert kvíðin, ekkert hrædd. Og ég hugsa alltaf með sjálfur mér, það er í rauninni ekkert, ég veit hvað getur gerst, ég veit alveg hvað getur komið upp á sem að getur skadað mig og ég veit alveg hvað ég get gert til þess að halda yfir hundinu og ég veit hvað ég þarf að gera til þess að bara halda hæfilegri fjallað og hvenar ég á að sækja á hann eða hvenar ég þarf að og bara, hvernig ég á að nota búrið og svona, að það er ekkert, ég veit að bara það er ekkert sem hún getur gert við mig ég get stoppað, ég get alltaf ef hún er komið með mig lás, ég get stoppað dómarinn stoppar ef ég er sjálf ófærum að stoppa það er ekkert sem er það hræðilegt þarna inn í búrinu sem getur gerst ég trúi því bara, ég sé nógu vel undirbúin til þess að takast á við allt það sem getur gerst þarna inn í búrinu Já, og þú hefur áður sigrað, þú hefur áður tapað þú hefur áður fengið höfuhögg allt þetta er ekkert sem er eitthvað sem þú þarft að kvíða svo mikið fyrir af því að þú þekkir þetta allt Já, það er óvert og það er náttúrulega sem að margir gerir sér ekki grein fyrir að spenna og svona stress eins og maður kallar er ekki endilega sama að svona kvíðabundið stress er ekki endilega það sama og spenna Nei Og það hefur oft svona komið mér illa í uppistandi að ég kvíð aldrei fyrir því þegar einhver segir ertu stressaður og segir alltaf nei, ég er aldrei stressaður en ég geti verið með mikla spennu og þá er ég ekki skemmtilegur, skilur því að þú veist einhver sem er allur þú veist svona uppfyllur adrenalíni, er ekki skemmtilegur en það verður alveg fínt að vera þannig fyrir bardaga því að þá þarf það ekki að vera skemmtilegur, þá þarf þú bara að gera þú veist það sem þú þarft að gera mjög hratt og örugglega maður er náttúrulega sko, ég held að það sé bara, þú veist, það er náttúrulega, þú veist, það er náttúrulega, þú veist,
þegar það komið að bardaganum, maður bara búin að vera með eitt markmið sem maður að stefnað í margra vikur, jafnvel marga mánuði og það er gríðalegur fókus og sko ef hann ekki til staðar þá eitthvað sem þú varst í undirbúningum ekki að gera alveg rétt því að maður þarf að vera með fókusun 100%. Þú getur ekki verið að taka allt sem að gerast fyrir utan búrið með þér inn í búrið. Nei. Þú verður að skilja það bara alveg að og meðan að bardaginn þá það bara þú og það sá sem stendur á móti þér. En hefur þetta ferli alltaf verið í rauninni bara tiltölulega eðlislegtir eða hefur þú lært alltaf betur og betur? Ég læri betur og betur. Já. Það hjálpa mér rosalega mikið, finnst mér að ég er búin að keppa áhald ég bara flest öllum mótum, svona minni mótum, innanhúsmótum, Íslandsmeistaramótum sem hafa verið hérna heima bæði í glímunni, í galla, í ekki galla. Ég hef verið að prófa nokkur sem að keppa í boxi. Þegar ég fór til Tælands þá var ég bara, tók ég bara alla bardaga sem að síðustu 2 bardagarnir mínu voru með 2 daga millibili. Ég fekk bardaga á miðvikudegi og keppti síðasta bardagan og þetta voru hérna komaðan 1 dagur, heilt dagur á milli og svo keppti ég aftur. Ég hugsa þetta bara sem æfingu. Ég bara að æfa mig og ég mæti síðan æfingar á milli og ég að vinna í einhverju vissi tækni og síðan fæ ég að fara man á ekki að mikla þetta svona mikið fyrir sig. Fyrir mér þetta bara tækifæri mig til þess að þetta eins og byggja að taka próf í skólanum. Já. Ég fæ síðan að koma og bara prófa þar sem ég búin að vera að læra. Síðan líður ykkur tími og ég að vinna í ykkur og þá aftur ég bara að prófa og litlu mótin heima og innanhúsmótin og allt þetta. Ég hvet fólk sem í íþróttum bara keppa að því ef þið ætlaði eitthvað stærri hluti og stærri mót, stærri keppni að þá allar þessar litlu keppnir eru undirbúningur fyrir stóra keppni. Já. En þið hlusta á Flæðiskeri útvarpi sögu. Jóhann Kristjánsson heiti ég, Rökkvi Vistinsson hérna með mér og Sunna Rannvík Davíðsdóttir, bardagakona MMA hérna hjá okkur og við ætlum að fara í auglýsingar og koma hérna rétt á eftir og heyrum við meira frá hvernig hún undirbýr sig til dæmis fyrir keppnir. Og við vorum að tala undirbúning fyrir bardaga og hvernig Sunna bara tekur allar keppnir sem hún getur. Já. Og mér finnst það svolítið áhugavert að það kannski þá frekar þannig hjá þér að frekar hann að hugsa af því að ég þreytt af því að nýbúin að vera þessi keppni og ég gæti, bara lent í öðru eða 3. sæti þú hugsar aldrei þannig þú bara keppir til að ná aldrei reynslu. Ég ekki að keppa til þess að ná ykkur sérstöku sæti, ég meira að keppa fyrir sjálfum mig. Þetta eins og ég sagði og maður náttúrulega bara gefur allt í þetta en þetta meira til þess að þjálfa mig í að keppa og til þess að bara fyrir mig þá veit ég hvað það sem ég þarf að vinna í og ef ég lendi í 3. sæti þá var það bara alltaf lagi. Það var það bara alltaf lagi. Já, þá var það bara einn í reynslubankan. Já, og þetta alltaf gaman að keppa á þessum mótum og svo góð stemning og Þetta bara svipað fyrir þig eins og fara á kaffihús bara. Já. Það gaman. Já, sumir væri kannski með eitthvað svona nú ég komin með þetta hátt belti í þessu og ég nýbúin að vera í þessu þannig að ég rosalega, þreyttur eða eitthvað þannig ég ekki keppa því þá gæti ég tapa fyrir einhver með lægra belti eða eitthvað. Þú ert ekkert með eitthvað svona pælingar, þú bara tekur það sem Nei, hvet fólk til þess að vera ekkert að hugsa bara þar sem þú ert að gera og þú ert að gera þetta fyrir þig. En þegar þetta undirbúið fyrir keppni og svona hversu langan tíma þarftu til undirbúið frá því þú veist að þú ert að fara að keppa þá til keppnin byrjar. Þú ert að tala atvinnumanna bardaga í blönduðum bardaga. Já, og sko hvernig planið fer að æfa meira stífar, stýttur á milli hvernig gerir þetta? Og eins og núna náttúrulega breytist það svolítið með eins og það ég ekki að hoppa úr einu bardaga, ég veit að það núna alltaf allavega 2 mánuður á milli bardaga hjá mér. Já. Þannig að það ekki að fara að vera og ég myndi segja eins og fyrir atvinnubardaga að núna ég vill hafa allavega 6 vikna ramma þar sem ég bara með hreinan undirbúningstíma sem fer bara í það að fókus á. Þannig að 6 vikur fyrir mér svona, ég myndi ekki vilja hafa minna en 6 vikur. Og á þessum 6 vikum og þá maður bara byrjar að pæla svona aðeins byrjar að herða mataræðið og æfingarnar breytast það er alltaf svona eins og kamp bara æfingabúðir þegar hver sem að fara í bardaga hver þá?
ef við tökum mataræðið bara per se, hvernig hver breytingin á mataræðinu? Skiptir því alveg út bara eða breytir skömmtum eða hvernig? Í fyrsta skipti var ég núna að fara í keppa í þeim þyngdarflokki sem að mig hefur alltaf langað til þess að keppa í. Af því að ég hef bara aldrei fengið andstæðing í þessum flokki. Þannig ég hef verið að keppa í rauninni kannski ég hef alveg keppt fyrir ofa mig og kannski svona þannig að ég hef ekkert verið eitthvað að pæla í mataræðinu og svona. En þetta var í fyrsta skipti núna sem ég var að létta mig og fara niður í 52 kíló, ég gengum 58 kíló og þessi í þetta skipti þá ákvað ég að prófa að hafa samband við konu sem í Írlandi, hún Lindsay og hún næringarráðgjafi og hún líka bardagakona og keppir sjálf og búin að hjálpa mörgum með mataræði og ég fekk hann til að hjálpa mér og það gekk bara rosalega vel. Já. Ég hef aldrei létt mér svona áður eins og ég gerði núna en mataræði var bara þannig það samanstóð bara af rosalega hollum og góðum mat. Þetta var bara fiskur, kjúklingur, kjöt, grænmeti, rosalega mikið af grænmeti og hnetur og þú veist, fitan, góðar fitur og hún bara hélt alveg svaklega vel utanum allt það sem ég var að gera og þetta tók ekkert á. Ég var með miklu meiri orku heldur en bara dagstaglega því að ég tók út allan sykur. Ég borðaði ekki sykur í 5 vikur, 5 örgulega 6 vikur. Ég byrjaði ekki að vinna með henni þegar voru minna en 6 vikur í bardagan en ég tók út allan sykur, allt brauð, allt gos, allt svona drasl og ég fann bara að þetta var bara að gefa mér orku. Og helstu þessi fæði ég bara áfram? Breytti þetta einhverju til framtíða fyrir því? Og eftir bardagan það fóru ég var með Nutella krukk í töskunum minni. Já. Og við fórum svo beint á Cheesecake Factory og ég mátti ráða og við fengum okkur 12 ostakökur af því að það voru svo margar sem að mér langaði í 12 ostakökur? En það var líka Kjarri sem var að með okkur ljósmyndarinn Mjölnisljósmyndarinn hann var með mér í þessu ég var ekki ein að velja kökun. Já, þú varst að segja mér áður en þátturinn byrjaði að þú fengir svona martraðir eða óskeikjudrauma mætti eða frekar kalla að þú værir að háma í þig eitthvað svona þegar þú ert búin að vera lengi á matræðinu. Það er undirbúningnum þá er maður komin í það einmitt að ég var ekki að borða neitt sykur og ég hef aldrei gert það áður sleppa sykri alveg í svona langan tíma. Það var að gefa og mér leiði vel en það var alveg kvöldin þegar ég var að fara að sofa það var náttúrulega stíft matræði maður var bara alltaf að preppa hann allan daginn og allt geðt holdt og svo var maður að fara að sofa kvöldin og kannski ævalega hressileg daginn þá fór hausinn að fullt og fór að hugsa bara mér leiði svolítið svona sem ég var óleitt kona sem var að hugsa að setja eitthvað skrítið saman og var ég að hugsa að setja eitthvað alls konar dót í pottin, þú veist, rjóma og Nutella og þú veist, og ísi í blandaran og eitthvað út í það og ég vil bara hella sulti yfir þetta eitthvað og setja eitthvað krydd á þetta eitthvað. Kynningin mín í þættinum hey folks er nú eftir gaur sem að frægur á YouTube fyrir að ég mitt gera svona og borða þetta í útsendingu. Þetta minnir mér svolítið af hann svona lýsingar af hvað ég langaði að borða. En svo þetta var svona bara moment maður fór svo bara að sofa og vakna daginn eftir og þú veist, og þá var bara annar dagur alveg eins og þessi dagur, maður mætti æfingum, maður borðaði matið sem borðaði hálft og svo fór maður aftur að sofa og hugsaði alltaf að maður voru svo eitthvað svona skrítið. En svo einhvern veginn eftir bardagan þegar maður mátti gera þetta allt, og það eru bara nokkri dagar þar sem maður er alveg bara eins og það var aldrei fengið eitthvað svona áður. Já. En ég hugsaði núna eftir að hafa gert þetta einu sinni, þá hugsaði ég næst þegar ég geri þetta þá mér leiði ekkert vel eftir bardagan þegar ég fór og fekk mér 12 ostakökur. Ég var búin að vera í þvílít hörðu svona prógrami á að sjokkera líka mér svona mikið. Já. Honum leiði ekkert vel og hann var ekki að segja takk um mig. Nei, hann vill ekki ostaköku. Kannski eina eða eitthvað. En þú veist, það var svolítið ekstrím. Já, þetta er ágætlega snögt. Þá venurinn líka mann líka af því að síðan ætla að borða 12 ostakökur. Það er bara svona hálfsneið komið. Já. Lærir að reynslunni. En þú ert með atvinnumanna samning væntanlega núna það ekki? Jú. Að því að þú varst að tala að þú væri hægt að taka barda á stuttum fyrirvara þá býst ég við því að þegar þú varst ég segi það ekki
það verður ekkert von á því að núna er innvikta bara með bardagakvöld að 2 mánaða fresti, cirka 2 mánaða fresti, jafnvel 3 mánuðir eða eitthvað á milli, en eins og þegar á amatörferðlunum mínum, þá var ég náttúrulega bara hungruð í það að einmitt að vera í þessu að æfa mig og fá að berjast og æfa mig og fá að berjast. Það var svona, ég var alltaf að testa mig og reyna að verða betri og en núna þá vill ég bara, einmitt, ég hef góðan tíma alltaf á milli, en samningurum minn er þannig gerður að ég í rauninni má ekki hoppa á milli bardagarsambanda nema að ég fái undanþágu og ég fæ ekkert undanþágu nema að það séu allavega 6 vikum frá bardagar sem þau vita að ég er að fara að berjast fyrir innvikta. Já, eðlilega, því að þú ert eins og ákveðin fjárfesting fyrir þá að hafa á samningi og þá vilja ekki hoppir eitthvað annað og sért meitt og getur ekki unnið fyrir það. Ég getur alltaf eins og við vitum. En þetta er meira svona hark þegar þú ert í rauninni í áhugamannabördugum að þá þetta er minni peningar út að reyna að fá alla bardaga sem mögulega getur til þess að komast í atvinnumennskuna. Já, þannig að þú ert bæði að safna reynslu og safna rekordi. Já, þannig að það hlýtur að vera viss léttir núna að vera komin aðeins í svona öruggari pakka. Já, líka fullt af stelpum í mínu þyngdaflokki og eins og áður en að ég fór á Evrópumóti í MMA sem var þannig í nóvember og ég gerði samningin í apríl, að það var búið að vera 1,5 ár þar sem ég var búin að vera að fá andstæðinga og þeir duttu út, fá andstæðinga og þetta. Þannig ég var alltaf í svona undirbúningi, alltaf undirbúin fyrir bardaga og var alltaf svona climax, en ég fekk aldrei bardagan, ég fekk aldrei spennufallið, það kom alltaf bara það er komin önnur, hún er, þannig ég var alltaf að undirbúa mig fyrir einhverja grútsveikjandi og kom einhverja önnur en samt ekki, að ég var sem peppuð, ég datt, ég mist aldrei dampin. Já, ok, það er margir sem hefði bara fengið ógeð á þessu Nei, alls ekki, ég var eiginlega bara songari og bara þegar Evrópumóti kom og þá var ég bara ég keypti 1 bardaga í Skotland hos Evrópumóti, ég var orðin bara viðþolslaus alveg. Já, ég var að fara að komast inn í búri sko. En það vannstu líka náttúrulega Evrópumeistaratitilin. Já. Það var alveg magnað. Hvernig tilfinning var það? Herðu, hún var alveg mögnuð af því að ég líka sko á 5. við fljúum út á mánudegi á 5. árum við fljúum út að þá fæ ég svona svaðalegt höfuðverkjakast sem að gerði mig þannig að ég fekk svona brunatilfinningu í annað auga og mér fannst þess að bara hausnámi væri bara, allur helmingurinn hérna væri bara að brenna. Ég kom og ég ætlaði að fara á æfingu á 5. og þjálfarinn mér rak mig bara upp á láta kíkja á þetta. Þannig að ég eyði 15. kvöldin í það að bíða niður á Smáratorgi þegar ég tekin síðan eitthvað að skoða mér auga og það var allt blóðsprungið og ég gat ekki haldið í opnu og ég var með svakalan hausverk og bara leið hræðilega. Og hann sendi mig síðan bara heim og búin að taka svona skoða mér auga og eitthvað svona, það var ekkert þar og hann fann ekkert, enga þrýsting ekkert, sendi mig bara heim og nóttina þá hleypur stelpa mín inn til mín sko, þá var ég inn í herbyggi bara og með svona svakalan höfuverk að ég var eiginlega bara nánast að lemja hausnum á mér í vegg sko. Hún næri strák sem að leigir hjá okkur og hann skutla mig beint upp á spítala og ég fer þannig í ykkur rannsóknir og er sett bara með bara morfín í æð og látin sofa úr mér þarna í súrefnisrými og er í rannsóknum hann fram að laugardegi. Þá var ég að koma heim og er búin að fara til augnlæknis og það fannst ekkert í augun á mér og voru tekna alls svona pröfur, ég fór til taugalæknis alls konar. Það fannst ekkert og ég fengi svona ári áður og ég fengi svona áður en þeir vilja meina það að þetta er rekið til bílslið sem ég lenti í þegar ég var bara tæplega 20 og fekk ég svona svakalegt höfuðhögg og bara brauti mér kjálkabeinið og bara allt stellið í kjaftinum á mér og þetta var svo mikið höfuðhögg að það olli því að þeir voru að greina með það sem kallast klöster eða Hortons höfuðverkjakast sem bara, þetta er skilt mígreni en þetta eru svona áunnið einhvern veginn. Nei, þetta er ekki áunnið sko, þetta er bara höfuðhöggið, þetta kemur í einhvern knipum og þetta og kemur og svona það sem að trigger þetta er álag ef maður er undir og þarna var ég akkurat, ég var að vinna
rosalega mikið á þessum tíma með æfingum, ég var að vinna allt og mikið og það var svolítið álag á vinnustanni sem ég var á, þannig að ég hugsa að það hefði bara kannski verið svolítið það sem tryggraði þetta. Ég var undirbúið mig fyrir EM og var að vinna 100% vinnu, ég var alltaf lengi í vinnun alltaf daginn og kom síðan á æfingar með 100% æfingar prógramið, þá var þetta bara kannski svolítið mikið. En ég á laugardeginum árun að við förum út á EM að þá var þetta bara rosalega tvísynt hvort ég væri að fara. Já, maður hefði ekki veðjað á það þegar þú ert þarna. Ég var alveg viss með morfín í æð og... Ég var ekkert viss að ég væri að fara, ég var eiginlega bara orðið komin á þá skoðun á laugardeginum að ég væri ekkert að fara neitt. Og á sunnudeginum að þá var ég eitthvað svona aðeins skarri, ég var búin að fá eitthvað frá augnlækninum, þú veist, bara svona til þess að deyfa brunatilfinningunni í auganu og eitthvað og þú veist, það var ekkert, það virtist vera allt, þú veist, að nema þetta sem að þeir töluðu sko og þá hjaðnar það, þú veist, og ég hefði fengið svona áður sko og það eru bara svo litið ekstrím einkenni en á sunnudeginum að þá hugsaði ég bara með mér ok, þú veist, ég ætla bara að taka sénsinn á þessu, ég pakka á henni tösku og ég hugsaði bara með mér, ég fer þarna út með þeim ef að ég get ekki keppt af því að þetta var að fljúta á mánudegi og móti byrjaði ekki fyrir á fimmtudegi, ég hugsaði bara með mér, ég hef núna nokkra daga ef ég er ekki orðin góð, þá bara keppi ég ekki, þá er ég allavega bara þarna til staðar fyrir liðsfélagana mín og hvet þau bara áfram og ákvað að taka sénsinn á þessu og svo var ég bara svolítið heppin að ég var ekki alveg orðin góð þegar mótið er að byrja miðvikudegi. Það var ekki alveg nógu góð þannig að og það var, minn flokku var þannig að ég var látin sitja hjá fyrsta daginn, þannig ég átti ekki að keppa fyrir á fimmtudeginum. Þetta var bara akkurat dagurinn sem ég þurfti til þess að klára. Að ég var, en þetta, að þetta skildi hafa gerst, það gerði það verkum á laugardeginum til dæmis þegar ég var heima með mér, þá hugsaði ég með mér þú veist, bara hversu mikla vinnu ég var búin að leggja í langan tíma í það að komast nú út og hvað mér langaði rosalega mikið til þess að fara þarna og hvað mér þótti leiðilegt að geta, ef ég geti ekki farið að hvað ég bara virkilega þráði það að komast þarna út og fá að komast inn í búrið og bara gera það sem ég elska að gera. Ég var svo þakklátt bara fyrir að komast og þegar ég komst inn í búrið og taka fyrsta bardagan og þegar ég kom á fyrsta bardaganum hugsaði mér, þú veist, ég veit að ég get gert betur fá tækifæri strax næsta dag til að fara aftur í næsta bardag og hugsa mér sér, ég veit að ég get gert betur fara svona þriðja degi og klára þetta, vinna mótið og alltaf með þetta bak við eyrað, þú veist, bara hvers mikil mér langaði til þess að vera þarna ég vissi það, svo að ég var búin að fara í gegnum allan tilfinningaskalan og ég bara vissi að hér mér langar að vera þarna og mér langar að gera þetta og ég held að það hafi líka bara gert mig miklu sterkari og haft rosalega mikinn áhrif á það að ég vann mótið. Þú ert náttúrulega bara óstöðvandi, þú ert með svona hugarfar þú ert óstöðvandi, það er bara alveg greinilegt það er bara ekkert sem getur stöðvað en nema einhver bara trykkur hér yfir þig heldur. Ég læt það einhvern veginn, ef það er eitthvað sem reynir að stoppa mig í lífinu, ef lífið reynir að stoppa mig eða eitthvað, ef ég kemst yfir það þá læt ég að styrkja mig, ég finn leiðir, bara ég hugsa bara hvernig get ég látið þetta styrkja mig hvernig get ég fengið þetta og hvernig getur þetta bara gefið mig bara byrjandi báða vangi þannig að ég getur bara klárað og komist í gegnum þetta Já, ég öfundaði þig af bara þínum vilja skilur við að ótrúlega magnað Já Það er gaman þessu Þetta er svona svolítið svona punktur einhvern veginn yfir í maður veit ekki alveg hvað maður á að segja þegar þessi saga er búin Það er alveg rétt lítið sem getur toppað það Viljastyrkurinn er magnaður Já En hvernig sérðu þið fyrir framtíðina í þessu? Ég sé bara fyrir mér þetta er eitthvað sem ég á alltaf eftir að gera Alveg fram á 70 aldur Ég kannski ekki að tala ég keppi sem atvinnumæður í atvinnukonu ég með matinn 70 en ég geri það eins lengi og ég get Þess að ég sagði á hann, það er ykkur rammið þarna sem maður hefur og ég byrjaði seint þannig að ég get líka hætt seint Þú getur stofnað svona öldungadeild Ég get stofnað öldungadeild En þú getur náttúrulega alltaf farið síðan að vera þjálfari Ég er alltaf, það er nefnilega það sem ég er rosalega drifin af því ég er núna með þjálfun í gangi hjá mér sem er að gefa mér svo rosalega mikið ég lakka til þess að hverjum degi að byrja daginn ég með konur í þjálfun hjá mér sem eru bara rosalega metnaðarfullar og þær eru búin að setja þessu markmið og þær eru bara með metnaðan til þess að þú sækja sín markmið og það gefur mér líka svo mikinn kraft
og ég er með eitt líka sem í þjálfun hjá mér sem ég líka búin að setja sér markmið og þetta gefur mér rosalega mikið og þetta eitthvað sem ég vil alltaf gera. Já, og það náttúrulega sem að sumir gera sér ekki grein fyrir þeir hugsa, já, þú getur bara barist í nokkur ár og svo ertu búinn og þá ertu búin að eyða lífiðinn og þá ertu ekki með neitt veruleika. Það alveg kolrangt. En allt sem þú ert búin að læra. Já, það kolrangt því að þú getur verið þjálfari, þú getur verið atvinnuþjálfari. Maður eins og Bjarni Friðriksson ekki að keppa í júdó eitthvað lengur en hann náttúrulega bara vinnur við að þjálfa. Miðlara reynsluna, allt sem þú ert búin að læra, það getur kent ykkur öðrum. Og þegar að fólk veit að þú varst Evrópumeistari og varst atvinnumaður þá vill að læra hjá þér. Þannig að þetta ekki, þú ert ekki að henda í rauninni atvinnumennsku þinni sem sagt á glæri eins og sumir myndu halda að þú ert í rauninni að byggja upp eitthvað sem þú getur síðan haldið áfram með það því að þú þjálfar aðra. Nákvæmlega. Sunna Rannveig Davíðsdóttir, bardagakona í MMA. Við ætlum að þakka þér kærlega fyrir komuna hér í dag. Takk ykkur kærlega. Og gangið vel í framtíðinni. Þjálfar í Mjölni, þannig að ef þið viljið læra hjá henni þá farið þið þangað. Talið við á Mjölni og þeir græja þetta fyrir ykkur. Ha. En Rökkvi Vistinsson, Jóhann Kristinsson, þakka fyrir sig í dag. Þetta Flæðiskýrið og við ætlum að heyrast í næstu viku. Með leinigest. Eins og alltaf. Verið sæl.